Í síðustu viku var afhjúpað minnismerki bandarísku sprengjuflugvélina Hot Stuff sem fórst 3. maí 1943 á Fagradalsfjalli á Reykjanesskaga. Alls fórust 14 menn í flugslysinu en einn komst lífs af, stélskytta vélarinnar. Borð í flugvélinni var Frank M. Andrews en hann var yfirmaður alls herafla Bandaríkjanna í Evrópu þegar vélin fórst og var á meðal þeirra sem létust. Minnismerkið við Grindavíkurveg en á því meðal annars eftirlíkinga B-24 Liberator vélinni. Á minnismerkinu má einnig finna upplýsingar slysið, nöfn þeirra sem voru borð ásamt ljósmyndum af braki flugvélarinnar. Fjöldi manns var samankominn við afhjúpunina, þar á meðal ættingjar hinna látnu ásamt fulltrúum íslenskra stjórnvalda, Landhelgisgæslu Íslands, bandaríska sendiráðsins á Íslandi og fulltrúar frá flugher Bandaríkjanna. Bræðurnir Þorsteinn og Ólafur Marteinssyni eru áhugamenn sögu seinni heimsstyrjaldarinnar hér á Íslandi og koma að uppsetningu minnismerkisins ásamt Bandaríkjamanninum Jim Lukes. Við ræddum við Þorsteinn eða Dodda eins og hann kallaður við minnismerkið. Já, við heldum úti heimasíðu sem heitir stríðsminjar.is og erum að safna upplýsingum þessa atburði á stríðsárunum. Og við erum komnir með 130 óhöpp. Bæði það sem mannskaði og alveg niður í minni áttar óhöpp á flugvöllunum hérna. Þetta slys sem verður hérna í Fagradalsfjalli fyrir 75 árum síðan, þetta í rauninni stór merkilegur viðburður. Mér finnst það og að þetta skuli gerast hérna bara í svona bakgarðinu hjá okkur dálítið merkilegt, en þessi atburður hann bara þaggaður niður. Þetta á svo óheppilegum tíma á stríðsárunum. Þetta svo slæmt svona áróðurslega að hershöfðinginn farist, fyrstu hetjurnar kannski á leiðinni heim. Þannig að þetta bara sléttað yfir þetta og það hvergi minnst á þennan mann þó þú lesir þér til í sögubókum stríðið þá hvergi minnst á hann. En hann á bara heima í hópi með Eisenhower og Patton og Bradley og Montgomery og Andrews á bara að vera þarna með þeim því að hann væri þar fremstur í flokki hefði hann lifað. Þetta náttúrulega svolítið breytir kannski bandarísku sögunni þetta slys hérna. Ég veit það ekki, það nú meira en að segja að ætla að fara að leiðrétta söguna en allavega þetta kannski fyrsta skrefið og þetta verður hér og allavega þessi menn gleymast ekki, þeirra verður minnst og það bara svo gaman að geta tekið þátt í þessu. Hann mjög skemmtilegur og hress þessi Jim Lukes sem hefur átt veg og vanda því að safna fyrir þessu og svona koma þessu í kring. Við erum bara búin að vera hjálpbúnir hérna heima og ég bara líka svo stoltur af okkar fólki hérna, móttökuna sem við fengið við þessari hugmynd, bæði hérna í Grindavík og hjá Landhelgisgæslunni og í Keili hjá Hjálmari og það nokkuð vel í lagt með þennan minnisvarða, þannig að þetta kannski svona dæmi það að þetta svolítið merkilegur atburður. Já, þetta stórmerkilegur atburður en þeir eru alltaf dálítið margir á stríðsárunum og þessi hérna svolítið afskektur hérna út í Íslandi, út á Íslandi en nú Ísland inn í ferðaþjónustunni, þannig kannski breytist þetta eitthvað, ég veit það ekki, það en við bara sjáum til, þetta á góðum stað, það mikið af fólki á leiðinni í Bláa lóni hérna framhjá og kannski verður þetta stoppistöð hjá því fólki. Eru margir svona slysstaðir frá stríðsárunum hérna á Reykjanesskaganum? Já, þetta kannski heldur mikið að segja sig út allt, en þeir eru bara hérna svona í næsta nágrenni við okkur, 7 flugslys. Það eru 2 önnur flugvélaflök í Fagradalsfjalli fyrir utan þetta. Og þetta allt vegna veðurs og kunnáttuleysis, menn þekki ekki aðstæður og svo voru siglingatækin á þessum tíma, það var bara loftvog og áttaviti það var ekkert GPS eða neitt svoleiðis þá. Og þetta veður sem við erum að upplifa hérna í dag, þetta eitthvað bara svipað og var þegar þetta slys varð? Ég hugsa þetta sé mjög njálagt. Það til kvikmynd sem var tekin daginn eftir slysið þegar að björgunaraðilar komu á staðinn
og það sést á henni að það er svona suðvestan og éljagangur á þeirri mynd, þannig að ég er bara nokkuð viss að þetta er sama veðrið, sko.